Hvað finnst þér svona varðandi bankamarkaðin? Finnst þér núna Arion á auðvitað skráð fyrirtæki Kvika en við erum að horfa á Landsbankann. Við vorum að ræða það hér fyrr í þættunum hvort að svona sem framtíðarsýn, norska leiðin jafnvel, að ríkið myndi setja Landsbankann líka á markað en tryggja það að ríkið ætti kannski 40%. Allavega þið kjölfestu fjárfestir þar. Hvernig sérðu þennan bankamarkað þróast á Íslandi? Mér hefur nú það var alltaf stefnan uppalega að ríkið myndi losa sig út úr öllu eignarhaldi á bönkunum. Og það bankasýslan var stofnuð var það bara gert vegna þess að það átti að selja og svo breytist pólitíska landslag mjög hratt og þá allt í einu breytist það úr því að við ættum að selja alla bankana yfir við ætlum að fara með eignarhaldi í bönkunum. En þú veist að alþingismenn þeir vilja alltaf hafa sem mest völd að þingmenn. Svo fór einhver að tala áhrif og þeir vilja síst draga úr sínum áhrifum og völdum. Nei. En ég hef verið mjög sem þú minnast á þarna Jóna, ég mjög sammálaður í því. Ég held að norska leiðan sem að kannski ríkið með þannig rúmlega 35% í einu banka sem skynsamlegt en selja, náttúrulega það fyrir með stóran hlutan á Íslandsbanka í dag, en það reynda núna sem betur fyrir komið svona almenn sátt það að selja þann banka og svo að minnka svo við sig í Landsbankanum. Ég meina það ekkert þótt að fjárfesting banka sé mjög örugg og ég myndi segja að þetta sé einn öruggasti fjárfestingakosturinn á Íslandi í dag og þetta allt annað regluverk núna heldur en og rekstur heldur en var þegar ég var að byrja fyrir einhverju 20-25 árum síðan svo að þetta náttúrulega gríðarlega örugg fjárfesting en þetta samt það sem maður gleymi ekki, þetta ekki áhættulaust og það mjög mikil framþróun á bankamarkaði. Og ég held að það sé svolítið erfitt, kannski lítið máli 10-20 ár, en þú ert fann að horfa kannski til 50-100 ára að vera með ríkisbanka í kannski geira það sem mjög mikil framþróun. Það alltaf svona stíft kostnaðarald og svo menn kannski minna til í að taka miklar áhættur. Þeir sá... Og svo að þú veist, eftir á 50-20 ára tíma, kannski 5 ár, 10 ár, skiptir engum máli. En þú ert fann að tala 50-100 ár, að þá það kannski fara að batna niður reksturinn, svo sjáum líka bara með þessa íslensku banka sem voru í ríkiseigu frá 1930 frá kreppunni miklu fram til 2000, þeir voru mjög veikir. Það þurfti að voru ykkur 70 ári rekstur í ríkisins. Þetta voru mjög veikar stofnanir. Svo að þegar menn tala einkavæðingun og svo þann leik sem byrjaði eftir það að menn voru í mjög þungri og erfiðri stöðu, það gleymist. Þetta var annars úr banka sem ríkið þurfti að vera að setja pening inn í. Alveg auðvitað sem núna þessum ríkið þessum bankan að borga ríkið. Það kannski ein skýringin á því að menn vilja ekki selja núna, nú segja allir að selja þessa góðu mjólk. Selja gullgæsina. Eða mjólkukú, þetta svona eins og farið til Mjalta einu sinni ári og taki út arðinn. En þá menn náttúrulega ekki að horfa á, eins og þú ert að nefna, þetta almenna samkeppnisumhverfi sem við tókum aðeins sessjónum áðan. En það kannski, og kannski dæmigert fyrir Landsbankana að til þess að styrkja svo efla sjá stjórnendur bankans ekki annað vært en að kaupa tryggingafélag. Þannig að þess að þeir náttúrulega samkeppnismarkaði sem hins vegar orka náttúrulega tvímælis. Að sjálfsögðu, mönnum finnst það tóttu öfustúið að ríkið sé að taka félag úr einkaeigu inn til sín.